Hér í þessu verkefni að vinna í leikstöðæfingum og varnarleik, 1 á 1 og líkamsstöðu, styrkleika, hvernig hægt að vinna úr því þegar þú kemur, fær leikmann á þig, 1 á 1. Kenna þeim hvernig þau eiga að standa, hvernig þau eiga að snúa, hvernig þau eiga að bera sig að þegar boltinn er á ákveðnum stöðum. Ég held að það sem er mikilvægast í góðum varnarleik er að leikmenn séu samstíðir sem verður að gera. Að það sé bara vinna sem ein heild og það sé ótrúlega erfitt að sóla leikmenn. Að við náum að standa einum á einn stöðu og þannig einhvern veginn svona vera ótrúlega þéttar og agar í því sem við erum að gera. Fókusin er oft í fótbolta mikið á þessa skemmtilegu hluti að fara fram á við og hverju skora á mörkin og krossa. Hérna er svona verið að fókusa á þannig hluta baka til sem að mínum mati vinnu leiki. Það sem þarf að hafa í huga við varnarleik er fyrst og fremst fókus. Fókuslevelið þarf að vera greiðt og það er oft ábótavant í íslensku leikmönnum að það er svona síðasta hindrun sem okkur tekst voðalega sjaldan að yfirstíga að halda einbeitingu í 90 mínútur. Það snýst ekki bara um að vera góður í 5 mínútur, heldur í 90 mínútur. Við þurfum að fljótir að hugsa, líkaminn þarf að vera sterkir í taktík, stýra og stjórna og tala og þetta er vonandi allt tekið fram í þessum námskeiðum fyrir alla iðkendur. Það er að koma upp góði varnarmenn og þetta er hluti af þeim sem er hér og hérna erum við með framtíðan landsliðsmenn og hérna það er svona skiptið að mála við sem að fara í þessi atriði vel og djúpt því að hérna varnarleikur skiptir miklu máli í landsliðsfótbolta og bara fótbolta yfir höfuð. Já, á vídeófundunum þá reynum við að tengja aðeins og rifja upp hvað svona okkar áherslur er í landsliðinu, hvernig við viljum að liðin okkar verjist og reynum svona að færa þetta yfir í þennan einstaklingsvarnarleik sem við erum að æfa mest á þessum æfingum hér. Ok, þú átt að fara að pressa, hvernig pressum við? Að samanskapið fá þau heimaverkefni og í heimaverkefni þurfum við að horfa á vídeó og horfa á leikina aðeins öðruvísi heldur en allt liðið. Þau eru bara að horfa á varnarmenn og reyna að greina og síðan förum við upp og tökum hópavinnu þar sem hver og einn þarf að segja frá hvað hann sá og þá verður til umræða. Og það svona, finnst okkur nást markmiðið með æfingunum sem er að skapa ennþá meiri áhuga á varnarleikum sjálfum. Og við reynum að stjórna vídeófundunum þannig að þau þurfa að tjá sig, þau þurfa að vinna í hópum þannig að hver og einn getur sagt síðan skoðun og það er bara mjög mikilvægt í varnarleik að tala og þetta er svona, þótt að þau fallið það ekki þá er það líka æfingin að þau talið saman hérna upp í fundarherbyggi og þá líka getum við spotta bara ennþá betur og hver er tilbúin í það og hverjum þurfum að hjálpa. Ég get nú eiginlega sagt að framtíðin er björt og við hér hjá Íslandi við erum náttúrulega leggjum mikið upp á varnarleikin og hefum alltaf í landsliðnum okkar verið með góðan varnarleik þannig að þetta bara bætir þann þátt hjá okkur. Ég vona að þetta verkefni þróist út í það að félögin og við höldum áfram hérna inni á Kási og félögin taki líka við sér og hugsum varnarleik og kenna varnarleik að leikmennir þegar koma inn til okkar og eins í félögunum sínum að þau elski að verjast. Okkur finnast það jafn gaman og elska jafn mikið að spila vörn eins og að spila svo. Það er gaman að vinna með bakhjörlum sem að ríma við okkar gildi sem er eins og liðsheild, virðing sem að við eigum mjög mikils. Við berum virðingu fyrir öllu, andstæðingum okkur sjálfum og starfinu okkar. Þannig að það er virkilega gaman að sjá að Eimskip er að horfa til okkar í sínum gildum og við til þeirra að það er virkilega ánægjulegt.